Já, góðan daginn. Hilmar heiti ég og ég hérna með mynd úr stúdíói hér á Akureyri og mér langar að fjarlægja þessi gluggatjöld sem eru hérna og venjulega myndi maður stökkva hérna í edit og nota fill-aðgerðina en mín reynsla sú að það ekki að skila alveg nóg fallegri vinnu, þannig að ég ætla að nota gervigreindina með. Nú ég að keyra hérna beta-útgáfu af Photoshop. Þetta er ekki sú útgáfa sem að við erum að borga fyrir, heldur þetta útgáfa það sem fólk fær að pröfa og gera tilraunir með og svo rata yfirleitt einhverju fítusar þaðan yfir í þá útgáfu af Photoshop sem er borgað fyrir. En snúum okkur að verkinu, ég ætla að fjarlægja þessi gluggatjöld. Við skulum velja svæðið, ég vel aðeins utan við gluggatjöldin sjálfur þess að það er skuggi sem fylgir með þeim og ég vil ekki að verði þannig skuggi með þegar að gluggatjöldin eru farin. Nú ég er búinn að velja hérna gluggatjöldin og ég ætla þá að fara í edit og fill. Og ég ætla að velja Content Aware og 100% Opacity og þetta er normal mode, þannig að ég ætla ekki að fekta í neinum stillingum hérna og ég er bara OK. Og við skulum sjá hvernig þetta kemur út. Þetta kemur þetta ágætlega út. En það eru smá svona truflanir hérna í gólfinu og ég ætla núna að velja Generative Fill og sjá hvernig það kemur út. Smelti hérna á aðgerðin hér og vel svo hef boxið tómt vegna þess að þá mun tölvan fylla inn í svæðið út frá umhverfinu. Þannig ég vel generate núna með tómu boxi. Hún er þá að vinna þetta. Það er ekki mikið á gögnum á svæðinu þannig að hún er ekki mjög lengi að þessu. Auðvitað ræðist þetta af hvers konar tölvu við erum með, hversu lengi hún er að vinna þetta. Og hér er svæðið orðið hreint. Miklu hreinna heldur en þegar ég var að nota bara fill-aðgerðina. Takt eftir, hann býður upp á 3 útgáfur og ég er mjög hrifinn af þessari númer 1 en ég ætla að kíkja á númer 2. Hvernig hún er og hann lítill munur á og númer 3 þá kemur aðeins meiri skuggi. Ég var reyndar hrifnastur af númer 1 þannig ég ætla að fara í hana. Fer síðan hérna yfir hægra megin. Takt eftir hún bjóð til 2 layera og 2 lög af myndinni, það er orginalmyndin og svo þetta generative fill, það sem gervigreindi bjóð til. Þannig að hún býð til layer utan það. Ég ætla að sameina það, ég ætla bara að gera þetta JPG-mynd. Þannig að ég vel báða layerana, íti á hægri hnappinn á músinni og ég smelli þessi layerum saman, merge layer, þá sameinar hann þá. Þá er þetta orðið bara ein mynd. Ég ætla ekki að hreinsa sprungurnar í þessi myndbandi. Þetta er bara pakki út af fyrir sig að hreinsa það. Hugmyndin var bara að sýna hvernig ég geti notað fill-aðgerðina og gervigreindina samhliða til þess að hreinsa þessi gluggatjöld. Svo ætla ég bara að vista myndina. Hafði í huga að ég vel save a copy. Ég er að vinna með JPG-útgáfu og tek þetta copy í nafnúthafinni ég ætla að vista þessa mynd yfir hína myndina. Hún lætur mig vita því ég sé að fara að vista yfir aðra mynd og ég ætla að segja já. Þetta er bara eitthvað sem ég er að gera. Samþykki þessa útgáfu og þá er ég búinn að vista myndina og gluggatjöldin eru farin og ég er nokkuð sáttur við útkomuna á því svæði sem kom í staðinn. Takk fyrir.